Verði endurhæfingardeild sjúkrahússins þar lokað í núverandi mynd. Lokun ein þeirra aðgerða sem grípa á til sökum niðurskurðar. Samkvæmt fjárlögum heilbrigðisstofnunin á Sauðárkróki gert að skera niður 40 milljónir króna á næsta ári. Ein þeirra sparnaðar aðgerða sem grípa á til að loka endurhæfingaraðstöðu í núverandi mynd, hætta rekstri sundlaugar og finna annarri starfsemi nýjan farveg. Ríflega 100 manns sækja þessi aðstöðu á hverjum degi af ýmsum ástæðum. Hér almenn sjúkraþjálfun, hingað sækir hópur gigtveikra og hjarta- og lúnasjúklingar svo eitthvað sé nefnt. Þá notar stór hópur eldri borgara þessa aðstöðu á hverjum degi. Með þessari tilkomu, þessari endurhæfingar, þá getur fólk haldið sér gangandi og búið heima og líka stunda vinnuna sína. Þuríður Harpa Sigurðardóttir lenti í alvarlegu slysi árið 2007 og síðan bundin í hjólastól. Þessi aðstaða var til þess að hún gat flutt heima aftur eftir endurhæfingu á Grensásdeild. Hún fer í sjúkrasund og tækjasal 5 sinnum í viku og segir að þannig geti hún haldið sínu striki og sinnt sínu starfi. Lokun endurhæfingaraðstöðunnar í núverandi mynd hefði mikla breytingar í för með sér. Það þýðir eiginlega bara mjög mikla breytingar eða mjög mikla skerðingu á mínum lífsgæðum. Og bara svo mikla skerðingu að ég bara get ekki séð fram á að ég geti búið hérna lengur.